Já, komið þið sæl. Ég vona að allir sjái mig sem ætla að vera með. Verið þið velkomin á þetta vefvarp U3 Reykjavík, þar sem að við ætlum að kynna fyrir ykkur niðurstöður og afurðir alþjóðlega verkefnisins HEIM, Heritage in Motion, eða leiðir að menningararfinum eins og við höfum kallað það á íslensku. Ég heiti Hans Kristján Guðmundsson og er stjórnarmaður í U3A og hef ásamt Ingibjörgu Rannveigu Guðlaugsdóttur sem að verður hér með okkur á eftir stýrt þessu verkefni fyrir Íslands hönd. Það er verkefnisteymi sem að hefur verið virkt hér á landi í þessu. Og þetta verkefni er þriðja alþjóðlega verkefni sem Háskóli þriðja æviskeiðsins U3A Reykjavík tekur þátt í. Þið sem horfið á hafi kannski ekki öll alveg viti ekki allt um U3A. Ég ætla aðeins að byrja á því að sýna ykkur vefsíðu U3A sem ég vona að sjáist hér. Lifðu lífinu, komdu með í Háskóla þriðja æviskeiðsins. Þetta er u3a.is. U3A eru samtök sem eru til út allan heim, eiga uppruna sinn að rekja til stúdentaóeirðanna í Evrópu og árið 1968 og var stofnað í Frakklandi 1973. Hér á Íslandi var það stofnað árið 2012, þannig að það er nálægt því að samtökin hafi verið 10 ár á Íslandi. Stofnunin var að frumkvöðulsins Ingibjargar Rannveigar sem að verður hér með okkur á eftir. En ég mæli með því að þið hérna uppi á Valsláni er hægt að fá alls konar upplýsingar U3A og fréttir, verkefni, og ef farið þið niður að þá sjáið þið viðburði á næstunni og á 4. maí og 11. maí verða mjög áhugaverðir viðburðir. Síðan er hægt að sjá fréttir hér og neðst er hér smá texti um það hvað við gerum. U3A eru samtök fólks á þriðja æviskeiðinu og það er að segja fólk sem er ennþá í fullu fjöri og vill skoða hvað þau ætla að gera lífið í 50 ár og ætla að spá í það hvað þau ætla að gera á næstu 50 árum eða 30 árum. Þarf engin endilega að hefja þáttöku 50. Það er hægt að bíða til áttræðs. Við viljum gjarna að fólk komi með eins fljótt og hægt er. En þetta eru samtök sem halda námskeið, fyrirlestra, eru með hópastarf, kynnisferðir og ferðalög. Engin skilyrði fyrir þáttöku, engin próf og þetta er ekki fyrir háskólamennta fólk þó að það heiti háskóli. Allir eru velkomnir. Samtökin eru aðildi að alþjóðlegri hreyfingu sem er til í allan heim, 30-40 löndum. Á vefsíðunni segir að það séu 100.000 meðlima, það er ekki rétt, það eru milljónir og flest eru í Kína. Ég ætla að hætta þessu, ég býð ykkur að fara inn á vefinn og skoða þar. Hérna á miðri forsíðunni er hægt að fara inn í upplýsingareiti verkefni sem við ætlum að kynna fyrir ykkur í dag, Heritage in Motion. Þessi reitur sem er hér, Heritage in Motion, gefur ykkur aðgang að þessum 5 leiðum sem hannaðar voru á Íslandi í kringum Reykjavík og Ingibjörg mun tala á eftir. Hér til hliðar er
svo aðgangur að öllum leiðunum í gegnum vefsíðu verkefnisins. En ég ætla að byrja á því að fara aðeins í gegnum þennan aðalafurð verkefnisins sem heitir Vegvísir aðferðafræði. Og hér sjáum við forsíðu Vegvísisins. Ég bið ykkur afsökunar á því að ég get ekki fjarlægt þessa rönd vinstra megin á skjánum. Ég hef ekki fundið leiði til þess, þannig að þið verða að fyrirgefa það. En hér þetta 180 síðna bók, rafræn bók, sem fjallar verkefnið. Við getum aðeins byrjað á þessu ágripi að við erum að tala að í þjóðfélögum þar sem æ fleiri á háum aldri, að þá aukin áhersla á að veita tækifæri til símenntunar og vera þar með þannig að fólk verði áfram virkir þáttakendur í samfélaginu. Til þess að það megi verða, að þá þurfa eldri einstaklingar, og við tölum þriðja æviskeiðið, 50 ára og eldri, að hafa möguleika á að endurmeta styrkleika sína og leita tækifæri til að öðlast nýja hæfni. Og við erum með þann boðskap að á þessum tíma þegar að fólk búið að vera kannski í atvinnulífinu og eiga góða ævi í atvinnulífinu kannski í 30-40 ár að þá kannski komin tími til þess að tékka á því hvað maður ætlar að verða þegar maður er stór, þar að segja á næstu 30-40 árum. Og þá er þetta spurning að skoða hvernig er best að vinna það. Heimverkefnið, það felur í sér tvíþætta áskorun, annars vegar áskorun að gera eldra fólki kleift að vera virkir boðberar menningararfsins og hins vegar að bæta aðferðir við að túlka arfinn og miðla túlkuninni eins og mögulegt er. Og aðferðafræðin sem að lýst hér meðal annars byggð á áherslu á stafrænt læsi sem felst í notkun smáforritsins Wikiloc. Og niðurstöður þessa verkefnis eru þær að þetta hefur lukkast aldeilis rosalega vel og þau sem hafa tekið þátt í þessu og hannað leiðir með þessari aðferðafræði í öllum 4 samstarfslöndunum, Króatíu, Póllandi, Spáni og Íslandi, hafa öll sagt að þau hafi lært mikið af þessu og eru alveg tilbúin til þess að nota það áfram og kenna öðrum þessa rafrænu aðferð. Ég ætla hérna að fara mjög hratt yfir hér á þessu skjali sem að þið hafið fengið, að þá getið þið skoðað, hoppað á milli, hér er efnisyfirlitið og hér er hægt að sjá texta aðferðafræðina, kennslufræðina sem notuð er og svo áfram aðeins neðar leiðirnar sjálfar á Króatíu, Íslandi, Póllandi og Spáni. Ég ætla aðeins örstutt að benda ykkur á nýstárlegar aðferðir í fullorðinsfræðslu fyrir eldra fólk og þið áttið ykkur á því þegar þið skoðið þennan bækling að það er hægt að hoppa á milli. Hér er ég komin á síðu 22 þar sem er byrjað á að tala nýstárlegar aðferðir fyrir eldri nemendur. Nýstárlegar er okkar þýðing á orðinu innovation eða nýsköpun. Þetta eru nýstárlegar aðferðir og það er mjög áhugavert fyrir alla sem sinna fræðslu, fullorðinsfræðslu, fræðslu sem ætluð er eldra fólki eða fólki á besta aldri, skulum við segja, að átta sig á því að kennslufræði aðferðir sem notaðar eru almennt eru ekki
bestar til þess að vekja áhuga og fræða eldra fólk. Þau sem þekkja til kennslufræði vita náttúrulega að kennslufræði kölluð pedagógi. Fullorðinsfræðsla hefur hlotið nafnið andragógi og U3A samtökin, starf þeirra hefur vakið athygli á enn annarri eða framþróun þessara kennslufræði sem hefur hlotið nafni geragógi og gera hefur tengingu við öldrun eða eldri eins og öldrunarfræðir, gerontológi og svo framvegis. Geragógi sem sagt ekki fullorðinsfræðslufræði eins og hún notuð, heldur það eldri fullorðinsfræðslufræði. Það að segja kennslufræði fyrir eldri fullorðna eins og við viljum kalla það. Og hvað eigum við með því? Þá eigum við fræði sem gagnast við að hvetja eldra fólk til að læra, auka við sig þekkingu og sem byggir í rauninni beinlínis á forvitni. Því að fólk sem búið að stunda sitt starf og búið að lifa hér bil heila allavega hálfa ævi ekki að hugsa að læra fyrir næsta starf eða nýtt starf endilega, heldur að læra fyrir áhugann, að læra vegna þess að menn eru forvitnir og það sem sagt ekki framtíðarstarf sem hvetjandi fyrir þennan hóp, heldur forvitnin eitthvað sem eykur möguleika þeirra á að njóta lífsins á efri árum. Þetta það mikil umfjöllun þessa fræði og ég vænti þess að þau sem stunda fullorðinsfræðslu og símenntunarstofnanir, háskólafólk, menntavísindafólk geti notið þess að lesa þessa fræði eins og hún kynnt þarna. Við í íslenska heimteyminu, við höfum ekki unnið neitt sérstaklega mikið með þessa kennslufræði og umfjöllunin í vegvísinum nokkurn veginn alfarið á ábyrgð Króatanna og Spánverjana sem hafa komið að þessu með miklum myndarbrag. Ég eins og þið sjáið hér á skjánum að þá get ég farið tilbaka niðri hægra megin á hverri síðu yfir í efnisyfirlitið og ef við skoðum hér til dæmis leiðirnar, Ingibjörg ætlar að fara betur í þetta fyrir ykkur, þá hægt að komast hér inn á leiðinni. Ég ætla að sýna ykkur hér bara einn möguleika. Hér svo síða það sem hægt að skoða þessar leiðir. Og fyrir ykkur sem hafið áhuga getið haft samband við okkur. Ég hér með aldeilis frábæra bæklinga. ekki ágætt að sýna ykkur þetta svona. Hér einn bæklingur hverja leið á Íslandi og við viljum gjarnan dreifa þessu til allra sem hafa áhuga á því og hafið endilega bara samband við okkur það. Með þessu held ég að ég ljúki mínu hlutverki hér og býð Ingibjörgu Rannveigu að taka við. Ég hætti þessari dreifingu. Vilt þú ekki bara koma, Ingibjörg, gjörðu svo vel. Takk. Já, sæl
Góðan dag. Það fjallar leiðina eins og hann sagði, hvernig... Hérna í Afsaki, ég svona óvenð þessari share screen og þá það hérna. Svo bara svona. Já. Já, ég ætla að segja ykkur frá gerð leiðanna og hvaða leiðir, hvernig þetta var unnið. Hérna stendur 50+ frábæri túlkendur menningararfsins og allir þeir sem tóku þátt í þessu á Íslandi, þeir voru svona frá 60 og upp í rúmlega 8. En áður en farið var af stað, þá var haldið námskeið hérna haustið 2019, 4 vikur, 3 í viku, þar sem farið var yfir svona menningararfinn, túlkun á honum, orðanotkun í ensku menningararfinn og svo tæknin við það að hanna leiðirnar. Það var líka fjallað heilsu og öldrun á námskeiðinu. Þess að hvaða áhrif getur öldrun haft á það að hanna leiðirnar og ganga þær. Og hérna til hægri sjáum við myndir frá námskeiðinu. Ég sem sagt haldið í Hæðagerði 31. Og tilgangur með þessu var að við sem vorum að hanna leiðir, að við myndum kynnast okkar eigin menningararfi, þjóðlega menningararfinum og þeim evrópska. Við myndum læra tækni við að skrá og túlka menningararfinn og geta miðlað og kennt öðrum hann. Samstarfsaðilarnir í Alicante, Zagreb, Varsjá og Reykjavík, við vorum öll sammála að leiðirnar myndu beina sig mest að náttúrunni og manninu, hvaða áhrif maðurinn hefur á náttúruna og hvaða áhrif náttúrun hefði á mannin. Og einnig að í leiðunum mögulegt að varpa ljósa á tengsl við Evrópu, þjóðlega arfsins og tengslin við evrópska menningararf. Þetta fór þannig fram að við sem sagt vorum með Wikiloc app í símanum, vorum fyrirfram búin að ákveða hvaða leið við myndum ganga, síðan var stoppað á þeim stöðum sem við vildum fjalla og skrifa tekið mynd og síðan haldið áfram, þangað leið var lokið. Þetta gekk nú ekki alltaf áfallalaust því við vorum öll byrjendur í þessu, eða flest okkar voru byrjendur og gerðu svona ýmsar villur sem þannig við verðum að ganga leiðina kannski oftar en einu sinni og jafnvel oftar en 2. En svo þegar heim var komið að þá var sest við tölvuna og við fórum að taka hvern áningarstað á leiðunum, á hverri leið og skoða svona heimildir hann og skrifa hann sem var þá hluti af því að hanna leiðina og já, búin hann til. Hérna Varsjá, þetta eru leiðina þeirra, þeir geru 5 leiðir, alls voru að gera 21 leið, 5 í öllu lönd, 5 sem sagt í Zagreb, Varsjá og í Reykjavík en 6 í Alicante. Og hérna má sjá að hérna sæta Varsjá til dæmis, þarna var gengið á milli sælgætisgerða og konfektsgerða og kaffihúsa í Varsjá. Þarna var shopping og tréhúsin í Ottvok. Það var byggingastill sem að hverfa, sem var tekin þá. Og Króatía, það var leikhús, tónlist og byggingalist, gengið á milli bygginga, fetað í fótspor frægra Zagreb-borgara og Zagreb módernisminn, það var fjallað svona byggingarstíl frá 19. öld. Í Zagreb þá urðu jarðskjálftar, þannig að þegar búið var að ganga leið þá var kannski allt hrunið sem var hluta leiðinu var búið að skrifa Og Spott, þetta var svona einsýn í Alicante sem við tókum fyrir
og svona La Villa Sjóósa, vettvang samskipta og Serra Gelata. En þetta allt að finna í bókinni og vegvísunum sem hans ræddi Og svo það Ísland. Við vorum sem sagt 9 sem hönnum þessar leiðir, skiptum okkur í teymi, kannski 2 í teymi, 3 í teymi og eða jafnvel 1. Og fyrsta leiðin það var Elliðaárdalurinn og svo gengum við 3, Laugarnes og Kirkjusand, Sólstöðugangana, Þór Jakobsson og Hólavallagarð og svo sögulega styttur í Reykjavík. Við getum nú aðeins að segja nánar frá hverri leið. Eða þetta eru hönnuðinir, mér leið Benda Einari Skúlasyni. Hann var okkar stóð og stytta, hafði kennt okkur á námskeiðinu hvernig við notuðum víkilokkið og var með okkur svona alltaf í bakhöndinni og gátum leita til hans þegar við lentum í vandræðum. Leið 1, það var sem sagt gamla þjóðleiðin inn í Reykjavík, austanað, gengi frá Elliðaárvirkjun sem var stofnuð 1921 og gekk í nær hálfa eina öld og gengi síðan Árbæjarsafn og sem sagt hringinn Rangsælis í Elliðaárdalnum. Og það var Birgir Jónsson og Dagrún Þórodóttir hjónin sem gengu þetta og skráðu. Og hérna sést leiðin, sem sagt uppáhaldsleiðin, það sem græni punkturinn og síðan Rangsælis upp í Árbæjarsafn og síðan tilbaka. Þetta, við gengum bæði Laugarnesið, þetta var sem sagt Elsa, Hörður og ég og byrjum á bænum, Tóftanum, gamla Laugarnesbænum sem hefur verið búið síðan landnámsöld, það var sem sagt byggt út úr Víkurjörðinni og fórum síðan í Kirkjusandinn og skoðuðum, kynntum okkur iðnaðarsögu Kirkjusands, fiskvinnsluhúsin sem voru þarna, kjötvinnsluhús og svo stóra stakstæði fyrir framan húsin á Kirkjusandi, þar sem var breiddur saltfiskur, stakstæði. Og þetta leiðin, við byrjum þarna við sem hét áður Fúlilækur, þannig gatnamótum Kringlumýrarbrautar og Sundlaugavegar og gengum síðan sem sagt áfram og út í Laugarnesið, út í Norðurvör og síðan tilbaka. Stoppuðum hjá Holtsveikaraspítalanum og Laugarnesstofu sem var byggð fyrir Steingrímur Jónsson, biskup, sínum tíma. Og Sólstöðugangan, Þór Jakobsson og Jóhanna Jóhannsdóttir, konan hans, þau sáu þessa leið. Og þessi leið gengin í júní á hverju ári frá 1985. Og núna í Víði síðast og tilgangur með henni eiginlega bara að gleðjast yfir lífinu og tilveruna á þessum degi á Sólstöðum í júní. Og þetta leiðin, þannig að við stoppaði við gamla skólahúsið, Viðeyjarstofu og annan tegn. Svo það Hólavallagarður. Ég gekk hann einn sem sagt og valdi að taka fyrir járnkrossa og byrjaði hjá vökukonunni, Guðrúnu Oddsdóttur, sem var grafin þarna 1838 þegar garðurinn var tekinn í notkun og gekk síðan á milli leiða þarna og hérna mynd af minningar Markis Steingríms Jónssonar biskups, mjög veglegt. Og baklið þess nafn konu hans, Valgerðar Jónsdóttur, hún var áður gift Hannesi Finnssyni biskupi í Skálholti. Og hér sést leiðin, byrjaði hérna efst til hægri, það sem stendur Hólavallagarður og gekk síðan áfram Rangsælis. 5. leiðin var Birna Halldórsdóttir, Sólrún Ólafsdóttir og Elsa Ísfold Arnarsdóttir sem gengur það og þau gengur svona eftir sögunni, byrjuðu hjá Ingólfi og gengur síðan sem sagt rétt sælis kringum tjörnin og stoppuðu alls 20 styttum og í leiðarbókinni sagt frá hverri styttu hver gerði hana. Og þarna til dæmis voru tengslin við að listamennir voru menntaðir í Evrópu, listamenn sem bjuggu til stytturnar. Og hérna leiðin,
frá Arnarhóli og kringu tjörnina. Og það lögðu svona áherslu á styttur af konum. Og hérna hópurinn aftur og þakka fyrir sig. Það hefur komið til tals að stofna heimklúbb, þar sem að hönnuðir leiða koma saman í hverju landi og jafnvel að heimsækja hvern annan og ganga það leiðina sem var hönnuð í Zagreb, leiðirnar og Varsjá og Alicante. Svo þakka fyrir mig og ef það eru spurningar þá endilega beina þeim til okkar, Hans. Já, við erum ekki að vera bæði í mynd svona aðeins smá og loka þessu. Hætta því að sína mynd og þið séu rosalega fallið þarna á þessari mynd. Þá eru við það líka, er það ekki? Hér eru þið sem eruð að hlusta, þið getið sent inn spurningar á reitin þarna niðri sem heitir Q&A, Questions and Answers. Og ef það eru einhverjar spurningar sem þið viljið fá svar við, þá getum við Ingibjörg reynt að skoða það. Það eru engar spurningar ennþá, en þið sem hafi fengið boð um að skrá ykkur á þetta vefvarp, að þið hafi fengið tengla á allt efni og bara við hvetjum ykkur til þess að skoða það og hvetjum náttúrulega líka alla, er það ekki Ingibjörg, til þess að bara ganga þessa leiðir og ekki síður að læra þetta sjálf. Þarna kemur ein spurning, sýnist mér. Hvar er hægt að fá bæklingana sem þú nefndir? Góð spurning. Við höfum ekki beinlínis dreift þeim víða, við erum með talsvert upplag af þeim og ef einhver er sem vill eignast þessa bæklinga, við ætlum að reyna að dreifa þeim eitthvað, hugsanlega á félagsmiðstöðvar Reykjavíkurborgar þar sem við höfum verið með okkar aðstöðu, hugsanlega einhvers staðar annars staðar, en þeir sem viljið gjarnan nálgast þá, sendið okkur tölvupóst. Já. Ég held að það sé einfaldast. Það komum þessu póstilíkar. Já, eða einhvern veginn þannig. Annars má segja það líka að ef þið farið inn á leiðirnar, inn á vefsíðu Ö3A, eins og ég sýndi ykkur í upphafi, að þá fáið þið þar upplýsingar hverja leið í rauninni. Að vísu eru þessi bæklingar ekki inni á vefnum sem slíkir, það getur vel verið að þeir verði það, en hvet ykkur eindregið til þess að kanna hvað þið finnið inni á Ö3A vefsíðunni. Hér er önnur spurning, Þórunn Sveinbjörnsdóttir aftur. Takk, væri gaman að segja stjórn Landssambands eldri borgara frá þessu. Þetta er verulega flott hjá ykkur. Hvað stendur þarna? 8 stykki takk. 8 stykki. Það er ekki spurning, Þórunn. Við komum því til þín á einn eða annan máta og þó þeir væru fleiri. Alveg endilega að kynna þetta fyrir Landssamband eldri borgara. Það fengu öll félög eldri borgara, að ég held flestöll, boð þetta webinar og það ætti að vera auðvelt fyrir þá sem ekki hafa haft möguleika á að skoða þetta. Við höfum tekið þetta upp og munum deila þessu vefvarpi á einn eða annan máta. En sjálfsagt Þórunn að koma að minnsta kosti 8 bæklingum til þín. Takk, ekkert að þakka, segi ég á móti. Takk sömuleiðis. Takk sömuleiðis.
Það eru en ekki fleiri spurningar sýnist mér, en við ættum þá kannski bara að ljúka þessu með því að þakka ykkur sem hafi hlustað og vonandi njótið góðs af þessu. Okkar reynsla sú að þetta búið að vera afskaplega gaman. Ég hef sjálfur ekki gengið neina gönguleið, ég verð að viðurkenna það. En Ingibjörg búin að vera á hvolfi í að koma þessu í gang. En niðurstaða okkar og það samhljómur milli allra þáttakenda í öllum löndum. Í Zagreb í Króatíu sem lentu í þessu veseni með jarðskjálftann að vera nýbúin að búa til leið sem svo var ekki fær vegna þess að það mátti ekki færa inn í hálfhrundar byggingar. Og Pólverjarnir sögðu að þessar Varsjárleiðir hefðu vakið ýmsar hörmungaminningar frá seinni heimsstyrjöldinni. Og Spánverjarnir hafa verið mjög duglegir að fara út allt í Alicante héraði og ef þið þekkið einhvern Íslending sem býr í Alicante þá það upplagt fyrir alla Alicante búana þar að skoða gönguleiðarnar í Alicante sem eru allar mjög áhugaverðar. En niðurstaðan sú að allir þáttakendur, þið áttið ykkur kannski á því að þetta 21 leið á ensku og svo eru 21 útgáfa í viðbót af leiðunum, 5 á íslensku, 5 á pólsku, 5 á króatísku og 6 á spænsku. Þannig í rauninni eru þetta yfir 40 leiðir sem eru inn á Wikiloc. Það hver leið tvöföld, annars vegar á ensku og hins vegar á heimatungumáli. Þannig að ég vona að þið njótið þess. Engar fleiri spurningar sýnist mér í bili. Kannski bara bæta við að það eru tugir manna sem hafa komið að því að hanna þessar leiðir og sumir fleiri en eina í samstarfslöndunum. Þannig við sjáum fram á og við kannski höldum áfram að starfa saman eitthvað, búið til nýja leiðir eða miðla þessar þekkingu sem við höfum fengið við að gera þessar hér. Það má kannski bæta, ég veit ekki hvort þú sagðir það áðan, Ingibjörg, að ÖHRA að skipuleggja námskeið í kjölfarið sem átti að vera núna í apríl en var það frestað vegna COVID-ástandsins. En það á dagskrá í haust sem eina skólasókn að halda utan um. Að svo mæltu held ég að við segjum bara takk fyrir okkur og þakka ykkur fyrir komuna, já. Og endum þar með þetta vefvarp. Verið þið blessuð. Bless.